Ég heiti Elín Elísabet og ég var í hálft ár í sambandi þar sem ég upplifði andlegt ofbeldi. Fyrst leið mér mjög vel í sambandinu og var bara brjálæðislega skotin í honum og þetta var ótrúlega gaman og ég held ég væri bara búin að finna hinn fullkomna mann. Og komu svona upp hnökrar frekar fljótlega en ég afskrifaði alltaf sem bara svona byrjunarörðuleika og við vorum bara ennþá að kynnast og þetta allt í lagi og við vorum svo ástfangin og þetta bara allt í góðu. Ég fór að finna fyrir tortryggni mikilli frá honum og afbrýðisemi og hann fór í fílu og varð reiður af ástæðum sem ég skildi ekki og þá fór ég að vera alltaf á nálum og stressuð með að gera eitthvað vitlaust og einhvern veginn að hann myndi bregðast svona við. Ég var alltaf á tánum bara. Ég var alltaf hrædd að hann myndi bara stökkva upp á nef sér og af engri ástæðu. Því ég skildi aldrei hvað það var sem ég gat aldrei sett fingurinn á það hvað ég hefði gert til þess að gera hann reiðan og það var stundum ekki neitt. Hann treysti mér aldrei einhvern veginn og ég hefði aldrei gert neitt til þess að gefa honum ástæðu til þess að treysta mér ekki en alltaf þegar ég kannski var að tala við einhvern karlmann þá gerði hann ráð fyrir því að það væri bara vegna þess að karlmaðurinn vildi sofa hjá mér og ég kannski eitt skipti var að segja honum frá því þegar ég ferðaðist til Írlands og mér fannst svo gaman á Írlandi og hann gerði bara ráð fyrir því að ég var að tala um alla karlmennina sem ég hefði verið með þar og það hefði verið svo gaman. Og það var alltaf svona, fyrsta hugsunin var alltaf að ég væri einhvern veginn að segja honum frá því að ég væri eftirsótt eða að ég hefði verið með fullt af mönnum eða það var alltaf einhvern veginn þetta. Hann gerir svo lítið úr mér með þessu, hann lætur mig líða eins og ég sé einskis virði nema til þess að sofa hjá. Og það einhvern veginn brýtur mig smá niður en á sama tíma þá vakna þessar spurningar, bara þetta ekki eðlilegt. Ónotin urðu ástinni yfirsterkari smám saman og ég hætti að treysta honum og hætti einhvern veginn að virða hann líka held ég bara. Og ég sleit sambandinu og hann reyndi næstu daga mjög mikið að sannfæra mig að ég væri að gera mistök. Ég var einhvern veginn á djamminu og var að labba heim og hann, sá mig labba heim, hringdi mig og spurði hvort að við gætum ekki hist og labba saman heim og ég sagði nei, ég vil ekki gera það þegar við erum bara í glasi og ég fór inn á vinnustofunum mína sem var í leiðinni og stoppaði til að ná í eitthvað, var þar að tala við hann í símann og allt í einu var hann kominn þangað inn og tók hann svona brjálæðiskast, öskraði og kallaði mig öllum illum nöfnum og bara svona fór að ráðast á húsgögnin og bara öskra og gráta til skiptis og hóta að drepa sig og ég var einhvern veginn föst þarna með honum og það bara fyllti mig ótta, bara svipti undan mér öllu öryggi. En svo liðu kannski 10 dagar held ég að þá var hann kominn fyrir utan heima hjá mér. Klukkan 2 nótt byrjaði að kalla nafnið mitt fyrir utan blokkina mína og heimta í hleyptunum minn og ég er mjög þakklátt fyrir að hafa hætt þessu svona snemma. Fyrst hugsaði ég að ég hefði átt að fatta þetta fyrr en núna lítið tilbaka og ég er bara fegin að hafa yfir höfuð fattað þetta og komið mér út úr þessu. Ég er rosalega fegin að hafa slítið þessu sambandi út af þessum viðvörunarbjöllum. Þekktu rauðu ljósin og hlustaðu á sjálfa þig.